Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við vindum okkur frá Katmandú yfir hálfan hnöttinn hingað heim til Íslands og förum í íslenskt handverk úr íslensku hráefni og hingað til mín kominn Friðrik Jónsson sem með Handa Design. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir kærlega. Þetta eru glæsileg bretti sem þú ert að búa til. Hvernig atvikaðist það að þú byrjaðir á þessu? Já, þakka þér fyrir það. Ég svona þegar maður lendir á milli starfa, svona þegar sem verður aðeins lengra en maður gerir ráð fyrir, þá maður að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera. Já. Og ég hef alltaf haft gaman að því að vera í svona einhvers konar handverki og brassi. Já, einmitt. Þannig að ég eiginlega veit ekki hvernig þetta þróaðist, en allavega þá lá þetta fyrir hér hráefnastaðnum, Kjarnaskógi og svo fær maður bara hugmyndir svona oftast þegar maður að fara að sofa á kvöldin sem veldur því að maður á erfitt með að sofna. Já, já. Og getur ekki beðið eftir að skoða þær en daginn eftir en þetta svona einhvern veginn eitt leiðir af öðru. Einmitt. Þannig að þetta allt saman úr trjám úr Kjarnaskógi. Þetta allt úr Kjarnaskógi, já. Já. Og þau eru svo skemmtilega ólík. Ef við bara, þú kannski segir mér og okkur aðeins frá þessum brettum sem við erum með hérna. Já, það sem ég náttúrulega að gera núna það að ég að prófa hinnar og þessar svona trjásortir sem að finnast upp í skógi og er aðgengi að. Já. Og ég bara að þróa mig áfram með hvað hægt að gera úr þessu svona í þessum geira. Einmitt. Og ég hef verið að nota resín líka svona til þess að setja inn á milli og til að gefa svona timbrinu skemmtilegri áferð. Já. Og svona nýtt vægi og þetta sem sagt resín með svona metallic litum. Einmitt, verður mjög skemmtileg. Og þetta bara steypt inn í bíl sem gert og svo þetta bara látið þorna og svo þetta á endanum pússað og yfirbors meðhöndlað og þá lítur þetta svona út. Þetta kemur bara svona einn góðan veðurdag eins og maður segir. Akkurat, og þetta er svona efni sem ekkert vinnur á, eða þetta bara þolir alveg það sama á viðurinn. Já, það gerir það. Svona alltaf því það þolir kannski ekki yfir 100 gráðu hita en svona ef þú ert að framreiða þá getur alveg verið með heita steik á þessu. Já. Þannig að og þetta eru bara svona, þetta er ösp og þetta er íslenskt lerki. Síðan var ég að leika mér með þetta bretti ákvaða eiginlega sjálft hvað það vildi verða Já. Þetta minni svolítið eldgosi fyrir sunnan. Það gerir það, óneitanlega. En ég tekka fram að þetta var tilbúið áður, ég kannski fengi hugboð aðstæður. Aðstæður, einmitt. Þannig að þetta er gert svona með brennslu, það sem eru brenndur skurður á og svo það fyllt með resíni og svo leik ég með liti og eins og ég segi þetta ákvað það eiginlega sjálf hvernig það vildi verða. Já, þetta er alveg eins og svona eld eða hrauntungur í brett. Já. Þetta fer mjög vel með þessar dökku áferð. Já, þetta er svolítið sérstakt. Já, virkilega Marta kannski gera meira af þessu, veit ekki. Já, í tilefni aðstæðna. Já, ég segi það Og svo það skemmtilega við resínið að hérna helmingurinn af brettinu ef það sést sem sagt ekki búið yfirborðsmeðhöndla og svo helmingurinn sem sagt búið yfirborðsmeðhöndla þá kemur svona dýpt og karakterinn fram í resíninu. Já, í litnum. Maður sér að það er mikill munur. Já, og þetta er það skemmtilega við þetta efni. Þetta þú getur ekki ráðið í alveg, það ræður svolítið sjálft það hvernig allt sér að verða. Já. Og það er það skemmtilega við það En það er svona alls konar óvæntir þættir í framleiðslu. Það er óvæntir þættir maður lendir svo sem í því að það kemur út öðru sem maður ætlaði en ég hef ekki hent neinu en þá. Nei. Út af því. Einmitt. Svo svo gerði ég þetta ganni mínu. Þetta er líklega lerki, já. Og hér var ég með glært resín og svo fór ég bara niður í Sandgerðisbót og týndi mér steina. Já, bara fjörugrjót. Þetta er bara fjörugrjót og þetta er nú svo sem
bara verið var bara að sýna sjálfum með hvað væri hægt, sko. Þetta er einstaklega fallegt og skemmtilegt. Þetta er svona ákveðnar hugmyndir, eins og með allt þetta sem maður, það kviknar alltaf ný hugmynd og eins og ég segi, það er erfitt að fara og sofa á kvöldistundum. Já. Þannig að þetta er bara fyrst og fremst alveg óskaplega gaman og ég hef allt sem ég hef gert, það hef ég sett inn á Instagram og inn á Facebook. Já, það undir bara handadesign. Það heitir handahönnun. Handahönnun, já. Á Instagram. Já. Og ég bara hendur svona út í kosmosi til þess að sjá viðbröðin. Viðbröðin, einmitt. Hafa þau ekki verið? Þau hafa verið mjög skemmtileg. Og þannig að allir sem sjá þetta og hafa áhuga að skoða það sem þú ert að gera, geta bara hent sér inn á samfélagsmiðla, annarkvort inn á Instagram eða Facebook. Handadesign á Facebook og handahönnun á Instagram. Með OI, á Instagram. Einmitt. Og hvað tekur það langan tíma að gera eitt svona bretti? Það tekur svolítið langan tíma. Þetta er sko heildartíminn, kannski í klukkutími með dögum getur með hvert bretti í svona til dæmis. Þetta getur verið 10 dagar. Já. En náttúrulega vinnan við það, hún kemur náttúrulega í skorpum vegna þess að sko fyrst þarf að gera þetta, svo þarf að bíða, svo þarf að steypa resínið og svo framvegis eða það sem átt að brenna. Já. Þetta þarf alltaf að bíða á milli. Þannig en heildarvinnan, hún er töluvert mikil. Já, ég bara trúi því mæta vel. Og það er sko, ég held að íslenskur skógarafurðir, það er bjóð upp á margt og við sem ekki búin að sjá svo sem sjá alla möguleikana sem þar eru. Nei, þú er bara rétt að byrja. Ég er bara rétt að byrja og ég er bara fikta, sko. Já, þannig byrjar þetta og svo bara verður þetta orðin heljarinnar iðnaður áður en þú veist af, er ég vissum. Já. Maður veit aldrei hvað verður. Sko. Nei, ég segi það. Ég hlakka allavega mjög mikið til þess að fylgjast með þér áfram. Þetta er stórglæsileg bretti og bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir að mig að koma. Takk fyrir mig. Okkar var ánægjan